Ágætu málþingsgestir, hjartanlega velkomin á þetta fyrsta af 4 málþingum sem við, Öryrkjabandalag Íslands, Rannsóknarsetur í fötlunarfræðum og Félag fötlunarrannsóknir bjóða til núna í vetur. Þetta með þessi 4 málþing hafa við yfirskriftina Mannréttindi hversdagsins. Við höfum öll fengið að vita að mannréttindi eru eitthvað sem talað og mikið rætt og talað fjálgslega á tyllidögum, hátíðum og tyllidögum. En það sem skiptir máli, það hversdagur. Hvernig dagurinn líður, hvernig við búum, hvernig við komumst í skólan, hvernig við komumst til vinnu, hvernig við getum heimsótt vini og ættingja og svo framvegis og framvegis. Þetta að vera til, vera jafnfætis öðrum, það aðalatriðið. Í því liggja þessi mannréttindi og í því liggur algild hönnun. Að sjá til þess að það sem hannað í dag sé þannig að það sé fyrir alla. Það aðalatriðið. Þetta ekki neinar sér lausnir fyrir einn eða fáa útvalda, heldur þetta lausnir fyrir alla. Og það mjög mikilvægt að arkitektar og verkfræðingar fari að hugsa í þessum brautum. Það getur verið rosalega smart að sjá fallega tröppur. En þær bjóða mig ekki velkomin. Þar með húsið í rauninni orðið ljótt. Það fráhrindandi og ekki neitt til þess að sem við langar til þess að fara inn. En það þessi síðan að komast yfir götu. Þetta í hug að við erum að tala mannréttindi hversdagsins. Það var hérna í byrjun 10. áratugarins. Þá vorum við 2, ég sem sagt í hjólastól og Arthur Helgason félagi minn, staurblindur, og við vorum notaðir svona sem tilraunadýr fyrir þá sem voru að hanna skáfana yfir gangbrautirnar. Og við rifum alveg heiftarlega, já, vísi góðu. En það var, ég vildi hafa bara allt hér, enga kanta eða neitt. En hann vildi hafa sína kanta til þess að hann geti þetta stafinn og leitt hann áfram í lífinu. Þannig að þetta ber ekki alltaf, við verðum að fara þarna milliveginn. Verðum að semja okkur á milli. Það hægt, það mjög auðvelt, en við bara viljum það. En við verðum alltaf að gera ráð fyrir öllu og þess vegna verðum við að semja, verðum við að finna lausnir. Og þetta svo mikilvægt fyrir að arkitektar, verkfræðingar og þeir sem að standa að hönnun almennt, líka þeir sem að hanna tól og tæki, að þeir hafi það í huga að allir geti notað. Fólk sem þjáðar gigt, það getur ekki notað hvaða verkfæri sem og hvernig ætlum við að rata í húsinu, hvernig ætlum við að komast áfram. Við þurfum að fá réttar upplýsingar, við þurfum að fá þær á réttu málfæri, réttu máli. Við þurfum að geta treyst því að það sé eðlilega hannað og með skilsemi húsnæði sem við erum komin inn í. Það sé rökrétt að ein hæð sé upp af annarri en ekki bara einhvers staðar út og suður. Og gangar leiði eitthvað, gangar leiði í rétta átt. Þetta mjög mikilvægt. Og hvenær erum við komin nógu langt á ganginu? Þetta mjög mikilvægt að finna hendur. Þetta sem að hönnunin gengur út á. Að gera hluti aðgengilega fyrir alla. Höfum það í huga. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra, en ég vil bjóða velkomin hér málþingsstjórann Þuríði Hörpu Sigurðardóttur. Það svo vel, Þuríði. Já, Sælverði. Það helst ekki fyrir. Það er núna. Það er núna? Já.
Selveri fyrir þetta í BF og ég ætla nú að bjóða hérna velkominn Stefán Thors, ráðuneytisstjóra umhverfis- og auðlindaráðuneytis. Hann ætlar að ávarpa okkur. Gjörðu svo vel. Já, fundarstjóri, ágætu ráðstefnugestir. Þótt flest okkar séu alveg þokkalega færum að ferðast við erfiðar aðstæður, fer okkur vonandi fjölgandi sem gerum okkur grein fyrir mikilvægi góðs aðgengis, hönnun og frágangi sem gerur okkur öllum fært að ferðast á sem auðveldastan hátt. Hér mjög mikilvægt málefni að ræða og fagna ég því að fjalla síðan það í dag með hagsmunaaðilum og öðrum áhugaaðilum. Það þarf að huga vel að þessum atriðum við skipulagsgerðina sjálfa, aðal- og deiliskipulagi þegar megin línurnar eru lagðar. Og í byggingarreglugerð þurfa að vera skýrar kröfur og leiðbeiningar það hvernig að aðgengismálum skuli staðið. Best væri auðvitað að okkur myndi þykja svo sjálfsagt að standa vel að verki að ekki þyrfti í raun að vera tilgreina það nákvæmlega í reglugerð hvernig að því skuli staðið. En í erindi nefndar endurskoðun byggingarreglugerðar sem skipuð var í mars 2010 kom fram að stefna ætti að framsæknustu byggingarreglugerð Norðurlanda hvað varðar ákvæði orkunýtingu, aðgengi og fleira. En þar var einnig kveðið á víðtækt samráð að víðtækt samráð skyldi haft við helstu hagsmunaaðila og meðal annars að sjálfsögðu Öryrkjabandalags Íslands og voru 60 aðilar tilnefndir til þátttöku í 8 vinnuhópum. Drögin að byggingarreglugerðinni lágu svo fyrir 2011 vorið og þau voru kynnt á kynningafundum í Reykjavík og Akureyri áður en þau voru svo send til umsagnar aðila. Að loknu svo umsagnarferlinu var unnið úr þeim athugasemdum sem bárust og frekara samráð haft við hagsmunaaðila haustið 2011. Við útgáfu reglugerðarinnar í febrúar 2012 var bent á kostnaðaráhrif. Það alltaf mikið talað kostnaðinn. Kostnaðaráhrif sem reglugerðin hefði og umtalsverð gagnrýni kom fram á ýmis ákvæði, sérstaklega hvað varðar orkunýtingu bygginga, einangrunarmálum og þess háttar og ákvæði rýmistærðir, lágmarksstærðir, herbergja og algilda hönnun. Gagnrýnin á aðgengisákvæði reglugerðarinnar beindust einna helst að aðgengiskröfum sem gerðar eru til íbúðarhúsnæðis og mögulegum kostnaðarauka sem að því fylgdi. En gagnrýnin gekk hins vegar miklu minna út á aðgengisákvæði varðandi opinberar byggingar og annað húsnæði sem að almenningur almennt hefur aðgang að. Það auðvitað alveg ljóst að byggingarreglugerðin tekur til flókinna atriða varðandi mannvirki og öryggi þeirra og það því sjálfu sér eðlilegt að reglugerðin sé í stöðugri skoðun og þess vegna endurskoðuð ef að forsendur og eða aðstæður breytast. Og eðli málsins samkvæmt byggingarreglugerð oft umdeild. Þessum hagsmunir fara ekki alltaf saman og vill stundum vera þannig að þegar komið til móts við hagsmuni
eins hóps að þá hugsanlega gengið á hagsmuni annarra. En enga síður verður það að segjast að mjög oft fjallar þetta um kostnaðarhliðina á þessu. Í mínum huga það reyndar á þetta síst við þegar aðgengismál þegar þau eru annars vegar. Það sem að gott aðgengi jú hagur okkar allra. Nú breytingarnar sem voru gerðar á byggingarreglugerðinni í desember á síðasta ári og aftur í apríl á þessu ári og þá var haft samráð við helstu hagsmunaaðila þegar þessar breytingar voru gerðar og meðal annars endurskoðuð ákvæði varðandi orkunýtinguna og rýmisstærðirnar og þetta voru ekki síst ákvæði sem að mikil áhersla var lögð á að breytt yrði til þess að hægt væri að byggja ódýrari, smærri íbúðir meðal annars fyrir stúdenta. Nú arkitektum og öðrum hönnuðum var þannig veittur meiri sveigjanleiki við hönnun bygginga leið og hugað var að grundvallaratriði varðandi aðgengið. En réttindi fatlaðra til aðgengis að henni byggða umhverfi fjallað nokkuð ítarlega í þingsályktun Alþingis framkvæmda áætlun í málefnum fatlaðs fólk til ársins 2014 sem samþykkt var í apríl 2012. Og þar segir meðal annars Alþingi ályktar að gott aðgengi sé eitt af lykil hugtökum þegar rætt mannréttindi og jafna stöðu allra í samfélaginu, sama hvort átt við mannvirki, aðgang að upplýsingum eða möguleikum til tjáskipta. Rutt verði burt hindrunum, huglægum og efnislegum sem standa í vegi fyrir því að fatlað fólk geti lifað sjálfstæðu lífi og byggt á eigin ákvörðunum. Þá segir einnig stefna í málefnum fatlaðs fólks taki mið af alþjóðlegum skuldbindingum sem íslensk stjórnvöld hafa gengist undir, einkum samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Fatlað fólk komi að stefnumótun og ákvarðanatöku í eigin málefnum. Og í framkvæmdaáætluninni segir að heimili, skólar, vinnustaðir, tómstunda- og íþróttamiðstöðvar, verslanir og opinberar byggingar og annað húsnæði sem almenningur á aðgang að skuli vera aðgengileg öllum út frá algildri hönnun samkvæmt lögum mannvirki. Nú það talið þjóðhagslega hagkvæmt að tryggja gott aðgengi á heimilum svo að aldraðir, sjúkir, slasaðir geti fengið þjónustu af ýmsu tagi á heimilum sínum og þannig þarf hið opinbera eins og komið hefur fram að byggja og reka færri öldrunarheimili og hjúkrunarheimili en ella. Og hlutfall aldraðra í vestrænum samfélögum fer sífellt vaxandi og rannsóknir sýna að hið opinbera sparar miklar fjárhæðir með því að tryggja að aldraðir geti búið á eigin heimili lengur en nú tíðkast. Og gott aðgengi einmitt lykilatriði hvað þetta varðar. Öll norrænu ríkin byggja stefnu sína í aðgengismálum að mestu leyti á þessum sjónarmiðum. Hins vegar auðvitað, eins og alltaf, svolítið mismunandi hversu langt gengið í byggingarreglugerðunum í þessum löndum til þess að tryggja aðgengi fyrir alla. Mannvirkjastofnun hefur gert samanburð á ýmsum ákvæðum byggingarreglugerða Norðurlandanna meðal annars hvað aðgengið varðar og ég geri ráð fyrir að Björn Karlsson forstjóri Mannvirkjastofnunar komi eitthvað 1 og 5 ár hér á eftir. En af þessum samanburði má sjá að í flestum tilfellum eru íslensku reglurnar sambærilegar þeim sem gilda í hinum löndunum
en í einhverjum tilvikum göngum við þó ívið lengra. En þrátt fyrir ákvæði í lögum mannvirki og nokkuð afdráttarlausan texta í þingsályktun Alþingis framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks hefur komið fram hörð gagnrýni á einstaka ákvæði reglugerðarinnar varðandi aðgengi og þá vegna ætlaðra kostnaðaráhrifa. En það því mikilvægt að fylgja þeirri stefnu sem Alþingi hefur mótað í þessari þingsályktun og fá úr því skorið hvort sú stefna sé ekki einmitt komin til að vera. En ráðstefna hér í dag liður í því að fá umræðu þessi mál og það von mín að sem víðtækust sátt náist hvaða kröfur þarf að gera í byggingarreglugerð til þess hvernig aðgengið skuli vera og helst svo góð sátt að enginn líti á reglugerðina sem íþyngjandi kröfur kerfisins, heldur í raun að veru sjálfsagðar leiðbeiningar það hvernig við búum okkur öllum gott umhverfi að ferðast í. Takk fyrir. Já, við þakkum Stefáni fyrir. Næsta mælendaskrá Steinunn Þóra Árnadóttir, MA í Fatlunarfræði. Og hún ætlar að kynna fyrir okkur nýja íslenska rannsókn sem ber heitið Aðgengi forsenda þátttöku. Gjörðu svo vel. Komiði sæl. Já, ég hélt að ég gæti það, sjáum. Jæja, það einhver sem eitthvað patenttakkinu. F5. Takk, Rannveig. Já, komiði sæl og takk fyrir að bjóða mér að taka þátt í þessu mikilvæga málþingi aðgengi og algilda hönnun. Ég ætla hér að fjalla MA-rannsókn mína í fötlunarfræðum sem ber titilinn Aðgengi forsenda þátttöku, reynsla fólks sem notar hjólastól. En fyrst örstutt fötlunarfræði. Fötlunarfræði fræðasvið sem fæst við hugtakið fötlun. Í fötlunarfræðum sameinast margar og ólíkar nálganir sem eiga það þó sameiginlegt að hafna því að einblína á einstaklinginn og skerðingar hans. Þess í stað athyglinu beint að áhrifum efnahagslegra, menningarlegra og ekki síst félagslegra þátta í að móta líf, aðstæður og möguleika fatlaðs fólks. Fræðin hafa ekki einvörðungu verið notuð til þess að lýsa ástandi, heldur hreinlega til þess að koma á breytingum og bæta stöðu fatlaðs fólks. Og það inn í þessa hefð sem rannsókn mín unnin. Íslandi aðili að alþjóðasáttmálum og hér gilda lög sem eiga að tryggja réttindi fatlaðs fólks. Það eru til reglugerðir sem segja til hversu breið dyraop skuli vera og viðmiðanir til halla á römpum. Slíkt gefur þó mjög takmarkaða mynd af því hver dagleg reynsla fólks af því að búa í þessu samfélagi. Markmiðið með rannsókn minni var að kynnast og öðlast skilning á reynslu fólks sem notar hjólastól, meðal annars í þeim tilgangi að leggja til úrbætur sem auðvelda hreyfihömluðu fólki aðgang að samfélaginu og þar með þátttöku í því. Ég notaði aðferðir sem falla undir hefð eiginlegra rannsóknaraðferða, en slíkar aðferðir þær henta
vel þegar öðlast á heildstæðan skilning á lífi og aðstæðum fólks. Þegar eiginlegum aðferðum er beitt er markmiðið að skilja hlutina frá sjónarhóli þeirra sem taka þátt í rannsókninni og segja frá þeirra sýn á veruleikann, en ekki að fá víðtækt tölfræðilegt yfirlit yfir viðfangsefnið. Ég tók viðtal við 10 einstaklinga, 6 konur og 4 kalla sem af ýmsum ástæðum nota handknúinn hjólastól dagsdaglega. Þessir viðmælendur voru á aldrinum frá ca. 20 til tæplega níræðs. Fjölskylduaðstæður þeirra voru margbreytilegar, sum bjuggu ein, önnur voru í sambúð, sum áttu börn, önnur ekki. Öll höfðu þau einhverja reynslu af vinnumarkaði. Sem sagt, þetta var alls konar fólk. Að auki þá gerði ég þátttökuathuganir, en þátttökuathuganir líkt og viðtal aðferð til þess að afla gagna. Þar fékk ég að gera eitthvað hversdagslegt með viðmælendum, svo sem það að fara niður Laugaveginn í leit að aðgengilegu kaffihúsi með aðgengilegri salernisaðstöðu. Það var nú pínlítið flóknara kannski en ég hélt í upphafi. Og að fara í heimsókn til ættingja. Það var líka pínlítið flókið. Í ritgerðinni þá var nöfnum allra viðmælenda breytt og þegar ég vísa til þeirra hér á eftir þá nota ég þau dulnefni sem þið fengu í rannsókninni. En ég ætla ekki að fjalla fræðilegan og kenningalegan grunn ritgerðinnar hérna, þið verður bara að lesa hana ef þið viljið fræðast það, heldur láta orð og reynslu viðmælenda minna vera í forgrunni. En ég vil þó segja að ritgerðin er undir miklum áhrifum af samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks sem Ísland er aðili að. Ég ætla aðeins að kynna fyrir ykkur rannsóknarspurningarnar sem ég lagði upp með. En þær eru: hvernig tekst fólk á við það að byrja að nota hjólastól, hvaða þættir varða aðgengi skipta máli, hver er reynsla fólk sem notar hjólastól af þátttöku í samfélaginu. Og hér í dag ætla ég að beina sjónum að 2 síðari spurningunum þar sem þær lúta beint að aðgengi. Aðgengi er víðfeðmt hugtak og í huga viðmælenda minna vísaði það til fleiri þátta en bara aðgengis að mannvirkjum. Mig langar þess vegna að byrja á því að taka dæmi það sem ég kalla óaðgengilegt viðmót. En þetta viðmót það lýsir sér í því að ókunnugt fólk hefur fyrirfram mótaðar hugmyndir fólk sem notar hjólastól, eins og til dæmis það að það sé ósjálfbjarga, geti ekki svarað fyrir sig eða haft sjálfstæðar skoðanir. Mörg viðmælenda minna röktu slíka reynslu. Dæmi þetta þegar spurt yfir hausamótunum á fólki sem þó á staðnum, hvernig hefur hann það? Eða hvað vill hún? Sigþrúður, sem ég talaði við, hún nefndi sem dæmi að hún hefði verið stödd í verslun þegar afgreiðslukona kom til hennar, lagði hendurnar á stólinn hennar og spurði: ertu ein hérna vinan? Svona viðmót aðgengishindrun þegar kemur að því að vera þátttakandi í samfélagi. Hugtakið aðgengi á líka við þegar kemur að hjálpartækjum og það aðgengi var mörgum viðmælendum hugleikið. Það eru ýmsar takmarkanir á því hvaða búnaður fólki stendur til boða af hálfu ríkisins og í umsókn hjálpartæki skal ávallt koma fram mat heilbrigðisstarfsmanns og þörf hins fatlaða umsækjanda tækið. Viðmælendum mínum sárnaði að þeim væri ekki treyst til að hafa vit á því hvers konar hjálpartæki séu þeim nauðsynleg. Heldur hljóti ófatlað fagfólk alltaf að vita það best. Og því miður eru notandinn og fagfólkið ekki alltaf sammála þörfina sem fólk hefur fyrir tiltekið hjálpartæki. Halldóra þurfti til dæmis að beita lækninn sinn fortölum til að fá hann til að skrifa upp á umsókn
styrk fyrir bíl með lyftu svo hún þyrfti ekki að reyna jafn mikið á axlir og herðar við að toga sig inn í bílinn sinn. Lækninum fannst hún nefnilega eiga næga krafta eftir í höndunum. Það fannst henni ekki sem að var með endalausa vöðvabólgu. Og jafnvel þó svo heilbrigðisstarfsmaður skrifi upp á umsókn hjálpartæki það samt engin trygging fyrir því að hún sé samþykkt í kerfinu. Þorsteinn tók dæmi þetta en hann í þeirri stöðu að skerðingar sinna vegna þarf hann að hafa stuðning við hliðar og arma ásamt því að hann þarf að hafa góða stoppara aftan úr stólum sínum til að tryggja að hann fari ekki alveg aftur fyrir sig ef stóllinn sporrís. Hann hefði hins vegar geta gert stólinn sinn meðfærilegri með því að hafa undir honum önnur dekk en þau sem fylgja stólnum sem staðalbúnaður frá framleiðanda. En af því að hann var með arma og stoppara þá átti hann ekki rétt á því að fá þessi dekk. Hann sagði, og sem sagt, þó það hljómi nú alltaf þannig eins og einhver mótsögn að þá var ég of mikið lamaður til að fá þessi dekk. Sem sagt, of lamaður til að fá búnað sem gerir stólinn hans meðfærilegri. Ég skildi ekki alveg. Þegar koma manngerðu umhverfi skipti í hugum fólks mestu máli að komast alls staðar. Þeim bar saman að á árum áður hafi aðgengis beinlínis verið afleitt. En að almennt hafi það smám saman farið batnandi en betur megi ef duga skal. Eins og Guðmundur kom inn á áðan í upphafi, þá var það ekki fyrr en á 10. áratugnum sem byrjaði var að fella úr gangstéttum og gera fláa svo hjólastólar komið greiðlega upp og niður af þeim. Og það vonandi liðin tíð að fólk þurfi að fara í gegnum vörumóttökur verslana til þess að komast inn í þær eins og sum viðmælenda minna lýstu að þeir hefðu þurft að gera. En því miður sögðust þau þó alltaf vera að reka sig á einhverjar vitleysu og það veri alltof algengt að þegar verið sé að laga aðgengi þá sé það ekki gert rétt. Klassískt dæmi það að hallinn á skábrautum hafður alltof mikill, þeir alltof brattir. Það hins vegar engin spurning að valmöguleikum fólks hefur fjölgað og Guðmundur benti til dæmis á það að verslanir, stofnanir og fyrirtæki sem vilja láta taka sig alvarlega séu flest með aðgengismálin í lagi. Það auðvitað gott en ekki nóg. Nánast allir sem ég talaði við nefndu Kringluna sem dæmi stað þar sem aðgengi væri harla gott en miðbærinn var hins vegar iðulega tekinn sem dæmi stað þar sem aðgengi væri erfitt. Og það kallast algjörlega á við fréttir sem við höfum fengið síðustu daga og vikur af ömurlegu aðgengi í miðborginni okkar. Það hins vegar takmarkað gagn að aðgengilegum mannvirkjum ef fólk kemst ekki á milli þeirra. Hreyfanleiki fólki nauðsynlegur til þess að geta tekið þátt í samfélagi. Það því ekki að undra að samgöngur bar mjög oft á góma í beinum tengslum við aðgengi. Mörg viðmælenda minna fóru í einkabílum, þau nefndu oft bílastæðamál í tengslum við aðgengi. Þeim fannst stæðin illa hönnuð í mörgum tilfellum og svo að þau væru einfaldlega of fá. Ef stæðin vantaði alveg eða voru upptekin, þá urðu þau einfaldlega frá að hverfa og gátu ekki sinnt erindum sínum. Flest sem ég talaði við höfðu einhverja reynslu af ferðaþjónustu fatlaðra og einn tók stundum strætó. Hann viðurkenndi reyndar að það gæti verið svolítið brösótt þar sem hann komst ekki upp í alla vagnana þeir voru ekki allir aðgengilegir og vandinn var meðal annars sá að hann vissi aldrei fyrirfram hvenær hann myndi lenda á óaðgengilegum vagni. Hann taldi engu að síður mikið frelsi að geta tekið strætó eftir eigin hentugleikum.
Aðgengilegar almenningssamgöngur myndu því auka ferðafrelsi hans og örugglega leið annarra hjólastólanotenda. Helsta gagnrýnin á ferðaþjónustu fatlaðra var einmitt það með hve löngum fyrirvara þurfi að panta ferðir, það sólarhringsfyrirvara, og eins hversu takmarkaður fjöldi ferða væri í boði. Þetta fyrirkomulag setti hreyfanleika fólks skorður og takmarkaði verulega möguleika á að geta gert eitthvað með skömmum fyrirvara. Dæmi voru að fólk hefði áhyggjur af því að ferðakvótinn væri að verða búinn eða hreinlega að fólk kláraði kvótann sinn og fór þá ekkert síðustu dagana í mánuðinum. Það myndi ég kalla smá aðgengisvanda. Aðgengi forsenda þátttöku. Það einfaldlega ekki hægt að skilja á milli aðgengis og samfélagsþátttöku, enda trauðla hægt að taka þátt í einhverju en maður kemst ekki einu sinni á staðinn þar sem það fer fram. Viðmælendur mínir áttu ótal sögur samspil þessara tveggja þátta. Að taka þátt í menningarviðburðum eins og að fara í bíó eða leikhús, fara á íþróttakappleiki eða í jarðarför getur verið snúið því á mörgum stöðum hreinlega ekki gert ráð fyrir því að hjólastóll þurfi að komast fyrir. Meira að segja það að kíkja í kaffi til vina ekki vandræðalaust, en aðgengi að íbúðarhúsnæði hefur mikil áhrif á þátttöku fólks sem notar hjólastól. Hversdagslegur hlutur eins og það að fara í heimsókn stendur og fellur með því að hjólastóllinn komist leiðar sinnar. Það ekki nóg að manneskjan sem notar hjólastólinn búi í aðgengilegu húsnæði. Vinir, ættingjar og allir aðrir sem viðkomandi kann að eiga í einhverjum samskiptum við þurfa að gera það líka. Sigþrúður sagði til dæmis að aðgengi hafi haft slæm áhrif á samband hennar við gamlar vinkonur. Hún segir, ég kemst ekki heim til þeirra. Þær búa við þannig aðstæður að ég kemst ekki í heimsókn. Frekar erfitt að rækta vináttusamband við þannig aðstæður. Samfélagsþátttaka stendur þó og fellur með fleiru en skábrautum og breyta útidyrum. Einfaldir hlutir eins og skortur á salernum hefur mjög mikil áhrif á samfélagsþátttöku fólks sem notar hjólastól og komu ítrekað upp í rannsókninni. Flest spáum við heldur lítið í það þegar við förum út á morgnana hvernig við ætlum að komast á klósetti við daginn. Við gerum bara ráð fyrir því að við hinnar fjölbreytilegustu aðstæður sé að finna salerni sem við getum notað ef við þurfum. Aðgengilegum salernum fer vissulega fjölgandi, vandinn bara sá að það aldrei alveg hægt að ganga að þeim sem vísum. Sumir bregða á það ráð, jafnvel þó að þeim finnist það leiðilegt, að hringja á undan sér og spyrja út í salernis aðstöðuna áður en haldið þær af stað að heiman, jafnvel áður en tekin ákvörðun það hvort að maður eigi á hann að borða að fara af stað. Og fólk líka duglegt að finna lausnir og redda málum. Þorbjörg lét sig til dæmis dreyma það að eignast aðgengilegan húsbíl með innbyggðu ferðasalerni. En það var meðal annars vegna þess að þá gæti hún sjálf valið hvar hún vill stoppa, en þarf ekki að láta ferðaplönin ráðast af því hvar sé aðgengilegt klósett að finna. Og ég veit allavega að ég myndi gjarnan vilja skipuleggja sumarfríi mitt í kringum eitthvað annað en það hvar séu klósett. Í raun má segja að þetta sé mjög einfalt. Viðmælendur mínir vildu einfaldlega að það væri gert ráð fyrir þeim allstaðar í samfélaginu. Vegna skorts á aðgengi á fólk sem notar hjólastól hins vegar erfitt með að taka þátt í fjölmörgum hversdagslegum aðstæðum sem ófatlaðir telja sjálfsagðar. Til þess að hjólastóllinn fullnýtist sem það gagnlega hjálpartæki sem hann á að geta verið, þá þurfum við að gera ýmsar breytingar á samfélaginu okkar, sumar kostnaðarsamar, eins og að breyta húsnæði sem þegar hefur verið byggt, aðrar kosta minna,
en krefjast viðhorfsbreytinga hjá okkur öllum. Ef ég ætti að leggja til einar úrbætur til þess að bæta aðgengi og samfélagsþátttöku fólks sem notar hjólastól, og ég verði eiginlega að gera það tímans vegna að leggja bara til einar, en þá myndi ég að velja aukið samráð. Fólkið sem deildi með mér reynslu sinni og lagði mér til efniviðinn í rannsóknina sýndi svo sannarlega að það hefur skilning og þekkingu á eigin aðstæðum. Við verðum að hafa fatlað fólk með í ráðum við útfærslu á aðgengi svo tryggt sé að þeir skili tilætluðum árangri. Við verðum að hverfa frá þeim hugsunarhætti að það séu aðeins sérfræðingar og fagfólk sem viti hvað fötluðu fólki er fyrir bestu. Og þess í stað nýta og treysta þekkingu fólks á eigin aðstæðum til þess að gera breytingar samfélaginu öllu til góða. Takk. Við þakkum Steinunni fyrir og næsta mælingaskrá er Snæfríður Þóra Egilsson, prófessor í fötlunarfræðum og hún ætlar að fjalla algenga hönnun. Gjörðu svo vel. Komið sæl og blessuð og ég segi svo aðri það frábært að vera hérna í svona stórum hópi og ræða þetta mikilsverða mál. Ég ætla að ræða þetta hugtak algild hönnun og ég kem til með að fara yfir einkenni og áherslur, svolítið að rýna í skilgreiningu og hugtökum á mismunandi stigum algildrar hönnunar, ræða lýðræðislega möguleika algildrar hönnunar og þörf fyrir þekkingu og nálgun á ólíkum toga. Og ef tími finnst til þá langar mig til að rýna svolítið í stöðunni í nágrannalöndunum líka. Uppruni þessa hugtaks, algild hönnun, hann er í mannréttindahreyfingum í Bandaríkjunum og það var upphafsmaðurinn Michael Bednar sem lýsti skilningu sínum á hindranaleysu umhverfi. Og markmið algildrar hönnunar er að skipuleggja, framleiða vörur, byggingar og umhverfi og að hanna þjónustu þannig að gagni sem flestum og að sem mestu leyti. Og stundum er þetta spurningum samningaleiða svo kom nú svo vel fram hjá Guðmundi áðan og reyndar oftar en ekki. En sem sé, algild hönnun er ekki fyrir fatlað fólk sérstaklega, þótt einna mest umræða hafi verið hugtaki í þeim geira og einna frjóust, enda kannski mest í húfi. Þetta er lögfræðilegt og pólitískt hugtak sem byggir á gildum jafnræði og jafna möguleika til þátttöku í samfélaginu og getur svo sannarlega dregið úr fatlandi viðhorfum í samfélaginu. Og það hefur verið mjög mikil áhersla á tæknilega útfærslu algildrar hönnunar og aðgengileika í ýmsum geirum. Og það hefur kannski verið, áherslan hefur verið mest þar. Að undanförnu hafa heyrst raddir það að tækni sé nauðsynleg en ekki nægjanleg. Þannig við þurfum að huga miklu fleiri þáttum, ekki síst viðhorfum í samfélagi og verklagi í reynd. Og að það sé nauðsynlegt að tengja hugtakið við mannlegar aðstæður og eiginleika og líta þá á fötlun sem hluta af mannlegum margbreytileika. Ef við lítum til Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks, þá er algild hönnun skilgreind sem hönnun framleiðsluvara, umhverfis, áætlan og þjónustu sem allir geta nýtt sér að því marki sem aðstæður leyfa án þess að til þess þurfa að koma sérstök útfærsla eða hönnun. Í alþjóðaskýrslunum fötlun þá er meðal annars vitnað í Global Universal Design Commission og þá er talað algilda hönnun sem ferli, ekki bara útkomu, heldur ferli, sem sé hvernig er unnið að þessu, sem að stuðla að notagildi, öryggi, heilsu og félagslegri þátttöku í gegnum hönnun og skipulags umhverfis, búnaðar og kerfa, svo megi koma til móts við mannlega margbreytileika og hæfni. Önnur skyld hugtök eru til dæmis hönnun fyrir alla, design for all og inclusive design, aðgengi fyrir alla
Og það er rétt að það komi fram að sumir vilja meina að sko hönnunarhluti hugtaksins ýtir kannski svolítið undir þessa einsleitu tæknilega útfærslu sem hefur verið. Þannig að betra hefði hugsanlega verið að nota hugtakið Universal Accessibility. En algild hönnun var nú ofan á. Og að þessum samningin, bara fyrir þá sem maður ekki þekkja til, en þá fjallar 9. grein aðgengi. Og þar kemur fram að aðildarríki skuli gera viðeigandi ráðstafanir í því skyni að gera fötluðu fólki kleift að lifa sjálfstæðu lífi og taka fullan þátt í mannlífinu á öllum sviðum, sem sé ráðstafanir sem miða að því að tryggja fötluðu fólki aðgang til jafns við aðra að hinu efnislegu umhverfi, samgöngum, upplýsingum og samskiptum, þar með talið upplýsing og samskiptatækni og kerfi þar að lútandi og að annarri aðstöðu og þjónustu sem almenningi er opin eða látin í té, bæði í þéttbýli og dreifbýli. Og þessar ráðstafanir sem felast meðal annars í því að staðrein og ryðja vegi og tálmum sem er heft aðgengi skuli meðal annars ná til bygginga, vega, samgangna og annarra aðstöðu innandyra sem utan, þar með talið skóla, íbúðarhúsnæðis, heilbrigðisþjónustu og vinnustaða og svo líka upplýsinga og samskiptaþjónusta og önnur þjónusta, einnig rafræn þjónusta og neyðarþjónusta. Og það er rétt að það komi fram að í samningnum þá er vikið að aðgengi miklu víðar, þannig að það gengur eins og rauður þráður í gegnum samningin. Enda eins og hefur komið hérna fram, það er ekki hægt að tala um þáttöku og umhverfi án þess að aðgengi sé í brennidepli. Já, aðgengismenning. Það er svona almenn skoðun að þegar aðgengishugtaki hefur náð aukinni viðurkenningu og fleiri úrræði verða tiltæk, að þá verði jafnframt auðveldara að gera ríkari kröfur algilda hönnun og fylgja þessum kröfum eftir. Og þessi brýnt að stuðla að þessari aðgengismenningu, Cultural Accessibility, með því að stuðla að aðgengileika í reynd, með því að fylgja lögum og reglugerðum vel eftir, en því miður oft misbrestur á því, og að stuðla að aukinni lýðræðisvitund, bæði þekkingu, meðvitund og viðurkenningu á mikilvægi þess að vinna að hentugum og fjölbreyttum lausnum. Þannig að við erum í raun og veru að skapa forsendur fyrir þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu. Og einmitt þessi þátttökuhugsun hefur orðið æ meira áberandi í umræðum algilda hönnun undanfarin ár. Og í því sambandi er oft vitnað til ICF, Alþjóðakerfisins fötlun, færni og heilsu, þar sem að þáttaka er eitt af lykilhugtökum. Og þetta hefur breytt ansi miklu. Nú langar mig vitna í einn viðmælanda minn úr rannsókn, 17 ára stúlka, sem fór í rafmagnshjólastól og sagði þetta. Það er sífellt verið að gera undanþágu fyrir nýja byggingar að hafa ekki lyftu. Þú veist, þetta er eins og að setja limmað út í glugga og segja við viljum ekki svertingi í þetta hús. Það myndi allt tryllast yfir því. Þessi samanburður er svolítið áhugaverður og lýsir því hvað mikið er í húfi og hvað mikið skortur oft aðgengismenningu og aðgengileika í reynd þegar þykir bara allt í lagi að fara á tráss við viðmið og reglur. Það eru upptalin 7 megin viðmið algilda hönnun og þessi viðmið hafa lifað undanfarin ár. Því 8. reyndar fyrir bætt við að mörgum en ég ætla að fara í þessu 7. Það fyrsta fjallar jafnræði og sanngirni sem sé að hönnunin sé gagnleg og henti öllum eða sem flestum skulum við segja. Sveigjanleiki í notkun, að komið sé til móts við mannlegan margbreytileika frá grunni og við getum tekið dæmi það til dæmis að við hönnun og eldhúsinnréttingu þar sem gert ráð fyrir mismunandi hárri vinnuaðstöðu eða hæðastillanlegri. Einfaldleiki og gagnsæi, að hönnunin sé auðveld í notkun, óháð fyrir reynslu, kunnáttu, færni í tungumálum eða einbeitingu þá stundina. Og skiljanleiki upplýsingar og nauðsynlegar upplýsingar tiltækar. Og skýrar sem að tryggja árangursríkja notkun, óháð skynjun og skynúreynslu, til dæmis að letur sig allt og smátt. Nú svigrúm fyrir mistök, mjög mikilvægt að hætta á slysum eða óhöppum sé í lágmarki þannig að maður gerir eitthvað
annað en á að gera, að sé einhver óhöpp eða óviljandi athafnir að það fari ekki allt í vitleysu. Og dæmi slíkt getur til dæmis verið eldavél sem gefur frá sér hljóðmerki þegar kveikt er á henni. Takmörk áreynslu og fyrirhöfn þannig að sé hægt að nýta hönnunina á áhrifaríkan og þægilegan hátt án þess að þreytast of mikið. Lyftutakkar í viðeigandi hæð til dæmis sem ekki þarf mikinn kraft til að ýta. Og svo stærð og rými sem að þarf að vera viðeigandi hverju sinni þannig að hönnunin sé aðgengileg óháð stærð einstaklinga, líkamsstöðu og hreyfigetu. Og það stundum, þegar verið að ræða þessi viðmið, þá tekið mið af metrónum í Kaupmannahöfn. Dæmi svona sérstaklega vel lurkaða algilda hönnun, bæði útkomin og líka ferli. En í ferlinu þá var leitað til mismunandi notendahópa og reynt að líta til sem flestra hópa í samfélaginu. Og þeir sem hafa ferðast í metró, ég hugsa því sem sammála mér það að þetta sérlega skiljanlegt, aðgengilegt. Hönnun alltaf eins, allar stöðvar þar eins, þú veist nákvæmlega hvað þú gengur og auk þess þetta mjög hentugt og virkar vel. Nema reyndar ef það er óveður og fellur eitthvað á teinan, en það önnur saga. En stöðvarnar eru mjög skiljanlegar og skýrar og auðvelt að ferðast í metró. Þá komum við að lýðræðislegum möguleikum algildra hönnunar aftur og eins og ég sagði þá áherslan ekki á aðgengi fyrir fatlað fólk sérstaklega, heldur að komið sér til móts við mannlega margbreytileika. Og þá að tala fólk sem býr við mismunandi eiginleika, hæfni og takmarkanir og þá við að horfa á skerðingu sem hluti af þeim breytileika sem þarf að koma til móts við líkt og aðra eiginleika, eðlilega tímabili í lífi fólks eins og bara barnæsku eða efri ár. Og við þurfum að muna það að gott aðgengi nýtist ekki eingöngu fötluðu fólki. Niðurfelldar gangstéttabrúnir til dæmis og skábrautir, auðvelda foreldrum með barnavagna að komast leiðar sinnar. Upplýsingar á einföldu tungumáli, henta fólki af erlendum uppruna og fólki með litla formlega menntun. Og tilkynningar og stoppistöðvar í strætisvögnum dragur óöryggi þeirra sem þekkja leiðakerfið illa og líka fólks með sjónskerðingu. Og eins og kom nú fram hérna upp á þá brýnt, ekki síst vegna hækkandi meðalaldurs, að huga að dæmigerðum öldrunarbreytingum sem kalla á gott aðgengi. Tengslaskilningur á vaxandi fylgja fagna og sést meðal annars í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, þar sem lögð áhersla á þessa víxlverkun milli skerðingarinnar og tálma á ýmsu tagi sem að koma í veg fyrir fulla og virka þátttöku fólks í samfélaginu og jafnréttisgrundvelli. Og við skulum hafa í huga þannig að fötlun verður til í samspili einstæðis umhverfum og hún alltaf afstæð og háð aðstæð. Þannig fötlun miklu minni þegar aðgengi gott og það má spyrja sig hvort hún sé til staðar yfirleitt. Og aftur á tækninni, hún nauðsynleg en ekki nægjanleg. Því að ef algild hönnun á að draga úr mismunun og stuðla að samfélagi fyrir alla, þá getur áherslan ekki einskorast við tæknilausnir í efnisheimilum. Innleiðing algildra hönnuna verður að fela í sér breytt hugarfar, aukna þekkingu og heildræna sýn til að koma til móts við mannlegan margbreytileika eins og þekkingu á félagslegu rými og þeim hindrunum sem þar að finna. Og félagsleg sjónarhorn eru heldur ekki nægileg ein og sér vegna þess að persónuleg reynsla fólks svo breytileg. Þess vegna ekki nægilegt að huga að hindrun í ytra umhverfi, heldur þurfum við líka að huga að huglægari þáttum eins og áhrif hönnunarinnar á hvern og einn. Því að algild hönnun í reynd grunduð í persónulegri reynslu fólks. Og aðgengi hefur bæði efnislegar og hugrænar víddir. Við getum tekið dæmi konu sem ferðast hjólastól, hún á leiðinni í strætisvagn, hún hallar sér aftur í stólnum til að lyfta upp framhjólnum, hún fer á langt aftur þannig að hún dettur aftur fyrir sig. Og þetta að sjálfsögðu vekur henni angist og óhug og
og getur hugsanlega orðið til þess að hún veigri sig við að nýta strætó til að fara ferða sinna. Og talandi um strætó, ég má endilega koma því að ég las nýlega miklar breytingar á biðstöðum í norsku bæjarfélagi sem hafa verið gerðar til þess að auðvelda fólki í rafmagnshjólastólum og barnavagna að komast leiðar sinnar. Og útfærslan þótti taka svo vel að hún vann til verðlauna. Hins vegar var á sama tíma og kannski til að spara fjármagn á þessum staðum fækka biðstöðum. Þannig að þeir sem áttu óhægt gang áttu þá erfiðara að komast leiðar sinnar. Þannig að það að mjög mörg að hyggja og enn og aftur við þurfum að semja lausnir. Hverju sinni. En ég vil benda á það að algild hönnun felur í sér þekkingu af ólíkum toga. Og ég held að sé mjög mikilvægt að við hugum að öllum þessum þáttum. Það er þessi fræðilega þekking, það er þekking og viðurkenning á því til dæmis að fólk býr við breytilega færni og við þurfum að vita hvað þetta felur í sér í lýðræðislegum og pólitískum skilningi. Og svo er það tækniþekking. Þekking á því hvernig stjórnvöld geta stuðlað að samfélagsþátttöku fatlaðs fólks, til dæmis með því að nýta tæknilausnir, staðla, skipulag og þjónustu. Og svo er það þessi hagnýta þekking sem ég held því miður að oft sé henni svolítið ábótavant. Þróun skilningsviðhorf og þekkingar í þverfælegu samhengi í reynd, þar sem algild hönnunur höfðu að leiðarljósi ákveðnu úrlausnarefni. Og því að var að rita þetta niður þá datt mér í hug bara umræða algilda hönnun náms. Við erum yfirlýsta stefnu, skólan afgreiningar. Það vantar kannski svolítið á formleg viðmið sér til staðar og hvernig á að gera þetta. En aðalega held ég þetta stoppi í þessari hagnýtu þekkingu. Fólk bara veit ekki hvernig á að fara að þessu. En almenni kennari, hann veit ekki hvernig á að mæta fjölbreytilegum nemendahópi í reynd. Og eða þá að sinna þörfum bekkjarins og leið þörfum barns sem er með mikla sérþarfir í námi. Og ef við hugsaum þetta svolítið út frá félagsfræðilegum þáttum á mismunandi stigum, þá getum við horft á makróstigið sem er þá siðfræði og gildi og ákveðin sýn á einstaklingi og þar getum við hugsað algilda hönnun sem yfirlýsta stefnu, rammalöggjöf og opinbera stefnumótun. Nú svo er það mesostigið sem er meira framkvæmdastigið og þar höfum við tæknilausnir og reglugerðir og þjónustu og staðla og þar er kannski algildu hönnun, þar nýtist hún einna best. Þar er hún túlkuð og metin út frá sérþörfum tiltekinna hópa eins og fólks með hreyfihömlun og fólks með sjónskerðingu og annað slíkt. Og svo er það eins míkróstigið, við erum komin niður á einstaklingsplan. Einstaklingssýn og viðurkenning á og upplifun af gæðum aðgengileika og notagildi í reynd. Og hér erum við með ólíka notendarsýn og kannski ekki algilda hönnun í eiginlegum skilningi. En það er mjög brýnt að hafa það samt í huga að algild hönnun er alltaf til síðan og síst, svo ég sletti, grunduð í persónulegri reynslu fólks. Og það er kannski þetta sem Steinunn Þorvarðarverðin akkurat á þessu míkróstigi, einmitt að skoða eiginlega reynslu fólks. Og hindranir geta legið víða. Í rannsókn sem ég gerði fyrir nokkrum árum þá fór ég í grunnskóla þar sem aðgengi var mjög fínt miðað við staðla. Og Vala, sem var 8 ára telpa með töluverða hreyfihömlun, hún var í bekkjarstofu á annarri hæð skólans. Og það tók hana langa tíma að fara á milli og klæða sig út og þess vegna fór hún bara út í löngu frímínútur. Og þegar ég spurði nú af hverju hún var í þessari tilteknu stofu, þá var svarið, já, 3. bekkur hefur nú alltaf verið í þessari stofu. Þannig enn og aftur þessi hagnýta þekking sem við þurfum að huga vel að, hvernig þetta virkar í reynd. Staðlar eru nauðsynlegir en ekki nægjanlegir. Það er þörf fyrir þverfaglega nálgun, umræðu, þekkingarmiðlun, samvinnu þvert á fagsvið, fræði og greinar, skipulag og tækni, eins og verkfræði, arkitektúr, landslagsarkitektúr, tæknifræði, landafræði. Við þurfum að þekkingu á manneskjunni og endurhæfingarferlinu og hér höfum við iðjuþjálfun, sjúkraþjálfun, lýðheilsu, hjúkrunarfræði, þroskaþjálfun og fleira.
Og ég verð að bæta hér við að því nú iðjuþjálfi í grunninn að ég myndi vilja sjá endurhæfingarstéttir beita sér miklu meira á þessu vettvangi heldur en nú er gert. Því iðulega þá breytum við ekki grunnástandi fólks, eins og undirliggjandi skerðingu eða aldurstengdum breytingum. En við getum breytt færni og lífsgæði til muna með betra aðgengi og fleiri og fjölbreyttari tækifærum til þátttöku í samfélaginu. Þannig að fókusinn þyrfti að vera þar. Og svo náttúrulega þekking, reynsla og forgangsröðun notenda þannig að það sé tekið á því sem máli skiptir, hvar skólinn kreppir helst. Þannig að þátttaka notenda í skipulagsferlinu er nauðsynlegt. Og við þurfum að huga vel að samvinnuferlinu með góðu skipulagi og virðingu fyrir þekkingu annarra. Og skapa forsendur fyrir því að ólík sjónarhorn komi fram. Nú aðeins að sjá hvað er að gerast í löndunum í kringum okkur. Noregur er oft nefndur sem dæmi vegna þess að þeir þykja komnir einna lengst á þessu sviði. Málefni heyrir undir Delta-centri sem er hluti af barna- og unglinga- og fjölskylduráðuneytinu norska. Þar hefur verið áhersla á þátttöku og aðgengi fatlaðs fólks til jafns við aðra þjóðfélagshópa og reynt að stuðla því að aðgengismál sé í brennidepli og að stefnu stjórnvalda sé fylgt eftir. Og þarna er reynt að greina fatlandi hindranir og sýna fram á hvernig hægt sé að draga úr þeim eða fjarlægja þær, koma í veg fyrir nýjar, þróa þekking og veita ráð gott aðgengi, veita þrýsting á viðeigandi stjórnvöld og stofnanir, sýna fram á þörf fyrir þverfaglega samvinnu og þróa að taka þátt í samvinnu málefna á innlendum og erlendu vettvangi. Og þarna starfar fjöldi fólks á ólíkum stigum og úr ólíkum áttum. Þeir hafa skipt þessu upp í 4 meginsvið: ferðamáta og flutninga, upplýsingatækni, lýðræði og þátttöku og byggingar og útisvæði. Og það sem er svona gott þarna er að það eru mjög vel skilgreind markmið og aðgerðaáætlun fyrir hver svið, hvernig að ná þeim, hver er að gera hvað og fyrir hvað tíma. Og núna einmitt eru þeir að færa svolítið úr svona tæknilegum áherslum og farin að rýna meira í þjónustu. Í Noregi er það Handisam-stofnunin í Stokkhólmi sem hefur með samþættingu málefna sem var að fatlað fólk að gera. Mannréttindi eru í forgrunni og þeir vinna út frá samningi Sameinuðu þjóðanna og leggja áherslu á hagnýtar upplýsingar til ólíkra aðila, stjórnvalda, sveitarfélaga, samtaka, stofnana og fyrirtækja. Og hvernig er nú staðan hér á landi? Málefni heyrir í raun undir 3 ráðuneyti: umhverfisráðuneyti með skipulagsstofnun og mannvirkjastofnun, velferðarráðuneytið, þar sem að opinber stefnumótun málefnum fatlaðs fólks í samvinnu við Samband íslenskra sveitarfélaga fyrir fram og í samráði við heildarsamtök fatlaðs fólks og aðildarfélög þeirra. Og svo er það innanríkisráðuneytið sem hefur eftirlit með mannréttindaskuldbindingum. Og ég ætla að láta það verða mín lokaorð að ég kalla eftir samstarfi þessara aðila, þvert á geira, svið og stofnanir. Við erum á svolítið byrjunarstigi hér á landi og það málþing er svona liður því að við tölum saman og enn og aftur ég kalla að þjóða umræðu þvert á svið og geira. Takk fyrir þessu. Já, við þurfum snjallliðið fyrir og hennar mín innlegg. Næsti á dagskrá er Björn Karlsson, forstjóri Mannvirkjastofnunar, og hann kynnir fyrir okkur nýja byggingarreglugerð sem hefur verið brennidepli í fjölmiðlum og hjá hagsmunasamtökum fatlaðs fólks undanfarið. Gjörðu svo vel. Komið sæl. Ég er verkfræðingur í grunninn, skrifaði doktorsritgerð í byggingarverkfræði og starfaði lengi sem prófessor við Háskólann í Lundi, byggingarverkfræðideildina þar. Þar var ég sérfræðingur í brunatæknilegri hönnun. Og þá lenti ég stundum í því að fara að hanna rýmingarleiðir. Brunakallar lenda stundum í því. Og þess vegna lenti ég oft í því að huga mjög vel að umferðarleiðum í byggingum. Ég skrifaði stundaði rannsóknir með kollegum mínum, arkitektum í Stokkhólmi, meðal annars aðgengismál og skrifað greinar það. Við vorum með eina rannsókn þar sem við skiptum notendahópnum í 4 mismunandi aðila, þess að aðilar með hreyfihömlun sem ekki þurftu hjólastól, aðilar sem þurftu hjólastól og þeir sem áttu erfitt með heyrn og þeir sem áttu erfitt með sjón. 4 notendahópar. Og svo gerðum við svona tilraunir með hvað væri best fyrir þessa hópa.
hvernig við getum leyst aðgengismál þeirra. Í ýmsum byggingum í Stokkhólmi, sérstaklega svona gömlum byggingum, gömlum höllum sem búið að vera að breyta í söfn. Ég hef skrifað greinar um þetta í árbók Verkfræðingafélags Íslands og svo framvegis. En ég er ekki mikill sérfræðingur í aðgengishönnun, en ég þekki þó málefnið eitthvað svolítið. Ég ætla að fara hér svona, gefa smá bakgrunn að byggingarreglugerð. Ég ætla að segja nokkur orð um helstu markmið og stefnu. Ég ætla að gera svolítið snöggan samanburð við önnur Norðurlönd. Það hefur rætt svolítið um lágmarksstærðir íbúða, að aðgengiskröfurnar eyðileggi kannski fyrir okkur möguleikann á að byggja ódýrar, litlar íbúðir fyrir ungt fólk. Ég ætla að segja strax að þetta er ekki rétt. Ég er ekki sammála þessu. Ég ætla að fara aðeins inn í það hérna. Og ég ætla síðan að ræða um þá áframhaldandi vinnu sem við ætlum að fara í. Eins og allir gamlir háskólakennarar þá er það svo að ég get helst ekki tala nema í 40 mínútur, en ég hef ekki nema þetta í 15 mínútur eftir. Þannig að ég verð að flýta mig svolítið. Ég bið ykkur að afsaka það að ég renni svolítið hratt hér yfir sumar glærurnar. Þú nefndir til að endurskoða lög byggingar og skipulags- og byggingarlög, voru skipaðir 2002, ráðgjafahópur skilaði drögum skipulagslög annars vegar og mannvirkjalög hins vegar 2006, víðtækt og endurtekið umsagnarferli og frumvarp lagt fram á Alþingi 2007, 2008, 2010 og ný lög mannvirki tóku gildi 1. janúar 2011. Sagt að helsta breytingin er kannski í eftirlitskerfinu. Við viljum samræma það, byggja eftirlitið á skoðunarhandbókum, þannig að allar skoðanir og allt eftirlit sé eins alls staðar á landinu. Að þetta á allt að vera rafrænt samkvæmt lögum frá Alþingi og einfalt þannig. Þegar búið var eða leit út fyrir að mannvirkjalög yrðu samþykkt, að þá var sett upp 3 manna nefnd árið 2010 til að byrja að vinna að nýrri byggingarreglugerð. Og þetta var algjör endurskoðun á reglugerðinni og menn skoðuðu fyrst reglugerðir Norðurlandana, hvernig þeir skipta niður köflunum og settu fram tillögu kaflaskiptingu. Og síðan voru 8 vinnuhópar skipaðir til að vinna texta þessara kafla og það voru tilnefningar frá mjög mörgum aðilum og meðal annars Öryrkjabandalagi Íslands. Þarna voru 60 manns í svona cirka 8 til 10 í hverjum vinnuhópi. Svo var reglugerðin gefin út í febrúar 2012 en leyft að nota eldri reglugerð tímabundið og það var mjög hörð gagnrýni strax sérstaklega á orkunýtingarkröfur og eins gagnrýni á kröfur aðgengi og ákveðin ósveigjanleika í hvað varðar 9. hluta brunavarnir og var óánægður með almenna vöntun á sveigjanleika, til dæmis varðandi rýmistærðir. Og það voru uppi staðhæfingar og mikinn kostnaðarauka vegna nýrra krafna. Og það verður að segjast alveg svo, það er alveg rétt. Sérstaklega kröfur varðandi aukna orkunýtingu gerðu í rauninni ráð fyrir því að allar byggingar myndu stækka svona cirka 10 cm kannski eða eitthvað svoleiðis á alla kanta út af aukinni einangrun. Eða þá minnka rýmið inn í byggingunum. Þetta olli mögulegum miklum kostnaðarauka og menn voru mjög fljótir að draga í land með þessar auknu orkunýtingarkröfur og í rauninni voru þær alveg dregnar tilbaka, þannig að við erum með sömu orkunýtingu og settar voru fyrir 30 árum, 1983. Og þar með tel ég að mjög mikill hluti af þessari umræddu kostnaðaraukningu hafi hreinlega horfið. Ég vil segja samt hérna, það kemst nú ekki almennilega fyrir hérna,
að byggingarreglugerð mjög umfangsmikil og flókin. Þó að okkar byggingarreglugerð sé miklu minna flókin heldur en reglugerðir nágrannalandanna. Þá er hún samt mjög umfangsmikil og flókin. Hún þarf að taka mið af mjög andstæðum hagsmunum ýmissa aðila. Meira að segja innan sama hagsmunaaðilans geta verið algjörlega andstæðar skoðanir. Og það er þess vegna eðlilegt að reglugerðir sé umdeild og eðlilegt að það verði sífellt að endurskoða og skoða í ljósi framkvæmdarinnar hvað sé að gerast. Þess vegna verðum við alltaf að hafa vakandi auga yfir því hvernig sé hægt að hagræða og gera betur hvað varðar byggingarreglugerð. Og við höfum gert það. Nú hér sýni ég kaflaskiptinguna. Fyrstu 5 kaflarnir eru svona stjórnsýslu málaflokksins, en síðan koma kaflar 6 til 16 sem eru svona hinar tæknilegu kröfur. Þegar búið var að taka burtu kröfurnar orkunýtingu, að þá var í rauninni mjög svona lítið umdeilt annað, eins og til dæmis brunavarnir, hollusta heilsa, hljóðvist. Menn voru bara sammála með að minna flest alla kaflana. Svona hnökrar sem hann löguðu til, en kafli 6 og 7 sem eru sem sagt aðgengi inn í byggingum og aðgengi fyrir utan hús, þeir voru umdeildir sérstaklega. Og það var farið í fyrstu breytingu í desember 2012. Þá voru kröfur aukna orkunýtingu alveg dregnar tilbaka og vissar rýmisstærðir gerðar sveigjanlegri. Nú önnur breyting tók gildi í apríl 2013 og þá gekk líka reglugerðin endanlega í gildi og ekki leyft lengur að nota gömlu reglugerðina. En þá endurskoðum við algjörlega 9. hlutann brunavarnir og samtímis 3. breyting tók gildi líka apríl 2013. Jukku svolítið sveigjanleika í 7. og 7. hluta eftir vinnu með Öryrkjabandalaginu, Arkitektafélaginu, Verkfræðingum, Tæknifræðingum, Samtök iðnaðarins og Samband íslenskra sveitarfélaga. Þetta var svona það sem ég vildi segja bakgrunn, þá vinnu sem að farið hefur fram. Það er heilmikið að skjölum til þetta sem við höfum deilt út til manna og ég get sagt ykkur betur frá síðar. Mér langar til að segja svolítið helstu svona markmið og stefnu í aðgengismálum. Ég beini athygli minni þangað. Og þá er það þannig að í nágrannalöndum okkar eru markmiðin varðandi aðgengi helst, myndi ég segja, tvenns konar. Það er annars vegar markmiðin réttindi fatlaðra til aðgengis að hinu byggða umhverfi. En svo er annað markmið sem er það að geta veitt öldruðum, sjúkum, slösuðum þjónustu af eigin heimili. Þetta markmið er talið gríðarlega þjóðhagslega hagkvæmt. Þarna sem sagt rannsóknir hafa farið fram þar sem að þetta varðar að vísu bara sem sagt heimili, ekki hið opinbera rými, heldur heimili sérstaklega. Og þarna segja menn að ef að við getum fengið, ef að aldraðir dvelja sig bara 1 auka ár á eigin heimili, þá þurfi ríkið að byggja færri öldrunarheimili, færri hjúkrunarheimili. Fólk sem slasast alvarlega, veikist illa, það þarf ekki endilega að fara inn á stofnun og ríkið þarf þannig að reka færri öldrunarheimili og reka færri hjúkrunarheimili og hægt er að veita fólki þá þjónustu sem það þarf, kannski mat, þrif eða eitthvað annað, bara heima á sig, þetta sé miklu ódýrara. Þetta að vísu heyrir ekki undir umhverfisráðuneytið, þetta er frekar velferðarráðuneytið. Ég vil bara nefna það hérna að þessi 2 markmið þau haldast gjarnan í hendur. Og eins og Snæfríður og það er Steinunn Þóra hafa sagt hér áður, það er ekki bara þetta fólk, heldur líka ég sem er með 8 ára ADHD-strák og 3 bónuspóka og er að reyna að komast inn til mín og reyna að fá strákinn til að fara inn í liftuna svo ég komist bara beint heim. Þetta er
Það er gott að hafa gott aðgengi fyrir okkur öll, en þessi hérna 2 markmið eru alveg sérstaklega sterk í umræðinni. Og ef við segjum þá, ef að þetta eru svona markmiðin, þá getum við sagt að stefna íslenskra stjórnvalda, eftir því sem ég best veit, þá ákveðin í þeirri þingsályktunartillögu sem að Alþingi samþykkti í apríl 2012 sem Stefán Thors nefndi hérna, og það er þetta að heimili, hérna er málið sko, heimili, skólar, vinnustaðir, tómstundavið og opinberar staðir, heimili skulu aðgengileg. Og þarna erum við að tala heimili almennt. Það er nefnilega til tvenns konar stefnur í rauninni. Öll Norðurlönd fylgja þessum markmiðum aðgengi fyrir alla að heimilum almennt. En útfærslan í byggingarreglugerðum Norðurlandana hins vegar nokkuð mismunandi, stundum nokkuð þröng. Fyrst við ætlum að hanna öll heimili, aðgengi fyrir alla, þá nota menn gjarnan viðmiðið að menn séu með hjólastól og það sé 1,5 metr díametr sem að sé snúningsradíus og svo framvegis. En sum Evrópulönd hins vegar hafa í staðinn markmiðið að ákveðin hluti heimila skuli hafa aðgengi fyrir alla. Til dæmis í Englandi, þar á að vera aðgengi að 20% heimila og þá að vera blönduð byggð. Það er ekki hægt að byggja einhverja blokkir sem eru bara fyrir hreyfihamlaða, heldur sem sagt á þetta að vera blandað og það er bara 20% heimila skulu vera aðgengileg. Í þessum tilfellum þá leyfa menn sér stundum að vera með svolítið stærri viðmið, svolítið rýmra. Þeir hugsa sér að fólk í stórum, kannski sem þarf að vera í stórum rafmagnshjólastólum, sumir geta ekki kreft lappirnar almennilega og svo framvegis, að þá er kannski snúningsradíusinn 1,8 metrar. Í þessum löndum leyfa menn sér stundum sem sagt að vera með svolítið svona víðari útfærslur, en á Norðurlöndunum þar sem menn ætla sér að hanna öll heimili aðgengilega, þá leyfa menn sér oft að vera með þessi 1,5 metr snúningsradíus og svo framvegis. Ég veit ekki betur en að við fylgjum Norðurlöndunum og ætlum að hafa öll heimili aðgengilega. Og það sé stefnan allavega. En þá eru oft ákveðnar undantekningar á þessu. Ég ætla nú að sýna þessa mynd hérna, kannski ekki alveg nógu skýr. Hér er Hallgrímskirkja, þetta er miðbær Reykjavíkur, Hallgrímskirkja, þetta er Skólavörðustígurinn hér niður, Laugavegurinn, hérna er Tjörnin. Ég sýni þessa mynd til þess að svona vekja athygli á því að nýjar aðgengiskröfur gilda bara nýja byggð. Og hér eru ártölin, hérna það sem er grátt er það sem er byggt eftir 1990 og svart er byggt eftir 2000. Þannig að það sem er grátt og svart í þessari mynd ætti að vera sæmilega aðgengilegt. Finnið þið nú hérna gráu og svörtu byggingarnar. Það sem ég ætla að segja hérna er þetta. Þeir sem eru með áhyggjur af því að það sé ekki nógu mikið að óaðgengilegu húsnæði. Ég segi ekki hafa áhyggjur af þessu. Það mun alltaf vera alveg feiki nóg af óaðgengilegu húsnæði. Það sem við viljum er að við viljum auka svolítið hlut aðgengilegs húsnæðis. Gera það að stærri hlut af okkar heimilum til þess að þjóðfélagið allt geti notið þess. Ég ætla að segja hérna aðeins um samanborð við Norðurlöndum. Við erum öll Norðurlöndum með sömu stefnu. Við ætlum að reyna að hafa aðgengi að öllum heimilum sem eru byggð. Og við létum gera rannsókn þar sem 60 ákvæði aðgengi voru borin saman við sambærilega ákvæði í byggingarreglugerðum Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar og þetta er bara byrjun á rannsókninni, þetta er 60 síðna PowerPoint skjal. Það er svona í drögum ennþá, þó við erum búin að vinna það í nokkuð marga mánuði.
Þetta var þýtt yfir á ensku, við fórum á fund með norrænum byggingaryfirvöldum og sýndum þeim þetta. Þau ætla að hjálpa okkur að fylla í þar sem að vantar upplýsingar og það verður unnið áfram með þetta skjal og reynda að fylla í þar sem að upplýsingar vantar. Við erum búin að dreifa þessu til sjálfsbjargar og fleiri aðila og vonum að þeir geti líka haft samband við sína vini á Norðurlöndunum og fengið hjálp við að gera þessa rannsókn okkar betri og ítalegri. Og ég ætla bara að sýna hérna aðeins inn í þetta, ég ætla ekki að fara, ég ætla bara að sýna hvernig þetta í rauninni lítur út og hvernig við getum lært af samanburðarrannsóknum. Hérna til dæmis er það svo að ef við út með hallandi gönguleg að byggingu þá skal þetta hafa láréttan hvíldaflöt við, ef að hæðaraukningin er 0,6 metr, þá áttu að hafa láréttan hvíldaflöt og hann á að vera á Íslandi 1,8 sem 1,8, í Noregi 1,6 sem 1,6, í Svíþjóð 1,3 sem 2 og svo framvegis. Það er mjög gott fyrir okkur að bera þetta bara saman. Í þessum málum eru kannski ekki einhver náttúrulögmál eins og oft eru í byggingarreglugerð, það er bara þyngdaraflið og svo framvegis sem að gera ráð fyrir að bitin eigi að vera svona og svona stór, heldur eru miðmiðin svolítið mismunandi á Norðurlöndunum. Það hefur reynst okkur heilladrjúgt að fylgja svolítið í Norðurlöndunum en það verður mjög gott að mæla okkur við. Og við fórum og skoðum 60 svona hluti. Til dæmis eins og göngulegir aðbyggingum, breidd gangstíga, þá erum við á Íslandi með þannig að ef að umferðin er mjög mikil, þá verður stígurinn að vera 1,8 metri breiður. Annars 1,6, ef hann er styttri en 5 metrar þá er 1,4. Þetta eru svolítið flókið hjá okkur hérna, við hina, þeir eru bara með, kannski stundum bara eitt gildi. Þarna stingum við svolítið út úr, þarna getum við lært eitthvað. En við skulum skoða fyrst hvort að þetta séu réttar tölur hjá okkur. Það er ekki alveg víst, við verðum að tala við vini okkar á Norðurlöndum og finna það alveg út. En það er mjög mikilvægt að gera svona samanburðarrannsóknir. Stærð bílastæði, við erum nú hérna í minna fallinu hérna, 3,8 sem 5, sumir eru með þetta svolítið stærra, sko, þetta er út með stóra bíla. Þá eru kröfurnar þessar. Og breidd inngangshurða, útgangshurða, við erum með stærstu tölurnar hérna, en sumir leyfa sko svolítið mjóri hurðir hérna, hérna ertu komið með ansi svona mjóan hjólastól. Danmörk er með C, B og A, þeir eru með sko mismunandi tegundir af aðgengi, mismunandi flokka aðgengi. Það er mjög hollt fyrir okkur að skoða þetta allt saman. Ég ætla svona ekki að fara neitt nánar út í þetta, breidd svalaganga. Ég ætla bara að sýna ykkur þetta, til dæmis á hótelum, að þá verður á Íslandi 1 af hverjum 5 herbergjum að vera með sem sagt útbúnað fyrir hreyfihamlaða. Það er að segja að þú út með stangirnar og allt það alveg klárt. Meðan að það er 1 af hverjum 10 í Noregi. Danir eru með þetta svona stigaukandi, eða sem sagt stigminkandi, sagt sko. Þannig að það er svona, það er mjög gott og hollt fyrir okkur að skoða útfærslunar. Við erum öll með sömu stefnuna og hérna stúdentaíbúðir, þá á 1 af hverjum 8 að vera aðgengileg, í Noregi 1 af hverjum 5 og í sumarhúsum viljum við, ef þú ert að fara í útleigu, bara ef þú ert að byggja mörg sumarhús, þá á 1 af hverjum 8 að vera aðgengilegt. Og þetta er svolítið mismunandi, Noregur og Svíþjóð segjast ekki verið með neina svona kröfur. En það getur verið að það sé þá í einhver annarri löggjöf gististarfsemi, ég veit það ekki, við þurfum bara að skoða þetta betur. Það sem ég er að segja er, Norðurlöndin eru öll með sömu stefnuna, aðgengi að heimilum, en útfærslan getur verið þó nokkuð mismunandi og það er mikilvægt að við skoðum það mjög vel. Og ég ætla að tala hér aðeins lágmarksstærðir íbúða. Samkvæmt núgildandi reglugerð er lágmarksflatarmál íbúðar 30,7 fermetrar. Það var áður 36, þannig að við erum búin að minnka það niður í 30,7, það er 15% minnkun, þannig að
Og ef geymslan og þvottarýmið í sameign, segjum í kjallaranum, og þá sjálf íbúðin ekki 26,5 fermetrar. Það mjög lítil íbúð, ef ég má segja eins og Í nágrannalöndum þessar lágmarksstærðir yfirleitt 26 til 37 fermetrar. Í London til dæmis algjörlega bannað að gera einstaklingsíbúð sem minna en 37 fermetrar. Þetta algjörlega minnsta tala 37. Og ef það eru 2 sem eiga að búa í íbúðinni þá verður hún að vera minnst ást í 50. Og það eru mikla rannsóknir að það eru fram líðan og heilsu manna sem búa í þröngu húsnæði. Og það þannig að þegar að koma kreppur að þá mikill þrýstingur á stjórnvöld að minnka lágmarksstærðir húsnæðis. Úr því verða oft þá mjög miklar svona blokkir, fjölbýlishús með mjög litlum íbúðum sem mjög fljótlega verða fátækrahverfi og eru svo jafnaðar í jörðu svona 20 ára seinna. Þetta gerist 1980 bæði í Bretlandi og Svíþjóð og fleiri löndum. Þannig að við Íslendingar þegar við skoðum þetta þá við verðum að passa okkur rosalega vel að taka mið af þessum rannsóknum, skoða þetta voðalega vel áður en við gerum breytingar. Fullt af góðu rannsóknum þetta. Fullt af þeim. Nú, áframhaldandi vinna, þetta nú síðasta glæra mín hérna, og það mikill skortur á litlu og ódýru húsnæði á fasteignamarkaði og leigumarkaði. Þannig það. Ungt fólk á mjög erfitt með að komast í húsnæði. Einhvern veginn það þannig að við Íslendingar, við höfum ekki borið gæfu til þess að búa til almennilegan leigumarkað húsnæðis. Þetta til í Noregi, Danmörku og Svíþjóð, mjög ágætur slíkur markaður, en þetta bara varla til hér á Íslandi, furðulegt alveg. En það núna mikill skortur á þessu og þetta gildir líka Ísland eins og önnur Norðurlönd. Og það mjög mikill þrýstingur á stjórnvöld núna að laga allt regluverk þannig að það sé hægt að byggja lítið og ódýrt. Enda það mjög mikilvægt markmið. Og við sem að stöndum í reglukerfinu öllu, við verðum að velta þessu fyrir okkur allan tíman að reyna að sjá til þess að ungt fólk geti fengið lítið og hagstætt húsnæði. En samtímis verðum við að standa vörð stefnu okkar. Ég viss það að með þessi lágmarksstærðir, við erum með það góða og flotta og úrræðagóða arkitekta Íslendingar. Við getum alveg séð til þess að það sé að rúlla hérna hjólastól inn í hús, ganginn, inn á klósett, þetta snúa sér við þar og fara inn í eitt svefnherbergi. Við getum alveg gert þetta. Ég alveg viss það. Við getum staðið vörð bæði markmiðin. Og nú erum við að hefja reglulegt samráð aftur, enn einu sinni erum við að hefja reglulegt samráð við Öryrkjabandalagið í gegnum Sjálfsbjörg, arkitektafélagið og samtök iðnaðarins til þess að skoða þessi atriði öll miklu betur. Við erum fullt af skjölum og ætlum að vinna þetta og ætlum að vera með reglulega fundir núna í framtíðinni til að skoða það hvernig við getum haldið áfram. Benda á að Mannvirkjastofnun á Skúlagötu 21. Í aðgengilega húsnæði? Það það. Ég með vitni hérna. Með vitni sem hafa komið í heimsókn til okkar í Rafmagnsþjónustustofu. Og við erum í aðgengilegu húsnæði. Hér heitt á könnunni hjá okkur alltaf. Og allir velkomnir að koma hér og tala við okkur og ræða byggingamál. Takk fyrir. Við höfum karta fyrir hans stofnkynningu og lengu. En þá erum við nú komin að síðasta dagskrárlið fyrir kaffi og það eru umræður. Og við ætlum að bjóða þetta fólki út í sal að beina spurningum. Þannig að hafa spurningar. Já, það Arnar Helgi. Ég bara leyfði þetta hönd. Ég þessum þarna. Takk fyrir. Ekki mér. Halló. Já, sæli verið, takk fyrir góða fund. Arnar heiti ég og er formaður SEM. Ég hef fylgst með þessu núna, ég er búinn að vera í hjólastóli í 12 ár og fylgst með byggingar við gerðum og mér finnst það alltaf og hefur alltaf fundist að vera skýrar. Það hefur ekkert,
ekkert verið vandamál, hringir alltaf síminu við þegar ég byrja að tala. Og en sko, það sem aðal vandamálið í dag og mér finnst það sko eftirlit með þessu reglum. Ég meina, ég hef búið að vera í reglugerð síðan sko 1998 aðgengi fyrir alla allstaðar og einhver hluta íbúðum aðgengilega. En ég meina, sko, ég fór að leiða mér að segja sko meirihluti blokka sem hefur verið byggður síðustu svona 10 ár sko óaðgengilegur út á þröskuldum, ekki þegar þú ert komin inn í það. Bara einhverjum svona smáatriðum. Þannig að svona eftirlitið sko, sem að byggingafulltrúar eiga að hafa, það stórlega vantar. Og það er ekki sko, ég held að sé líka sko, kannski orðin löngu tímabært fyrir okkur hjá Öryrkjabandalaginu og fleirum að við förum að taka eftirlitið bara til okkar. Því að greinilega hefur sko, fólki sem ekki í hjólastól verið treystandi til þess að sjá til þess hingað til að það sé í lagi. Sko. Þannig að ég kalla það eftir því að eftirlitið að það verði gert sýnilegra. Takk fyrir. Góðan daginn, ég heiti Steingrímur Sigurjónsson, ég hef nú búinn að vera björgunarsveitarmaður í 48 ár og það var hérna áður fyrir okkar verkefni að flytja fólk í hjólastól upp á fyrstu öðna hæð. Og ég hef nú haft svo góða reynslu í því að flytja fólk í hjólastól en það sem mér þetta höfst á fundunum hérna er það að reyna að fá einhverja sér verktaka sem hefði það kannski það verkefni að breyta húsnæði á vissu stöðum. Þið verður bara í því að breyta fyrir aðgengilega fatlaða þá í samræði við mannskapsstofnun. Það er mín tillaga. Takk fyrir. Einhverjum fleiri sem að vilja tjá sig hérna eða koma að bera fram spurningar? Já, það er eitthvað aftast. Já, ráðstefnustjóri, Hafsteinn Pálsson heiti ég í umhverfis- og auðlindaráðuneytinu. Það er að hlusta á það sem hefur farið fram hérna er fræðandi. En ég velti vöngum yfir því hvernig þessu er háttað almennt hjá, það er eitt að þingsályktunartillagan liggur fyrir, en hvernig skyldi þetta vera þegar það er komið til einstakra stofnana ríkisins? Við tökum til dæmis Háskóla Íslands. Hefur farið þar fram umræða hver stefnan er varðandi réttindi fatlaðs fólks og aðgengi fyrir alla, að það skuli tryggt í samræmi við lög um mannvirki. Ég bara velti vöngum yfir að við nefni þessa stofnun svona sem dæmi og gildir það er það þá eitthvað sem ætti að vera í kennsluhúsnæðinu, skrifstofuhúsnæði, rannsóknarhúsnæði eða þar sem stúdentar búa. Hvernig hefur farið fram umræða á æðsta level, til dæmis í þeirri stofnun? Ef ég má svara þessu, þá get ég staðfest að það hefur farið töluvert umræða fram og fer fram. Hins vegar held ég að vanti svolítið upp á eftirliti eins og hefur komið fram hér. Þannig að við erum í þeirri stöðu að málefnin eru orðin miklu betur kynnt og bæði svona aðgengi að byggingum og líka aðgengi að námi almennt. En það þarf að rýna miklu betur í innviðina og starfsemina og ég hef miklar áhyggjur af eftirlitshlutverkinu eins og kom líka fram í tali mínu áðan. En ég held að við þurfum að taka þetta fyrir á mörgum stigum. Og við sem erum hérna frá HÍ, sko, við reynum nú að standa vörðin og við erum halda áfram að reyna að gera það. Og við finnum fyrir breyttri menningu, þannig að þetta er ekki framandi fyrir fólk í dag og það er meiri áhuga á þessum málefnum, en það skortir á leiður útfærslu en þá af ýmsum ástæðum. Og oft hefur við þurft að fara samningaleiðina líka eins og við komum fram og stundum á þess að vera fyllilega samningar sem að verður svona niðurstaðan. Takk fyrir þetta, Snærður. Eru fleiri sem vilja spyrja? Já. Góðan daginn, Silja Gísladóttir heiti ég og bý á Egilsstöðum fyrir. Ný byggingarreglugerð. Ég fékk að koma með athugasemdir við hana sem réttindagæslumaður fatlaðs fólks á Austurlandi. Þar var ekkert tekið á því að það þyrfti að laga eldra húsnæði.
menn voru gefin tímamörk það að vera búin að gera áætlun hvenær þeir ætla að laga það fyrir 2014 en menn geta þess vegna gert það á 100 árum. Af hverju? Já, það stórt spurt, en svona almennt getum við sagt að það venjan í lagaumhverfinu að lög eru ekki afturvirk. Þess vegna það þannig í London og París og Stockholm og Oslo og í miðbæ Reykjavík að þar verður áfram óaðgengilegt húsnæði. Það mun verða það áfram. Ástæðan sú að kannski, segjum að þú ætlir að auka kröfur einangrunargildi glugga. Þú setur nýja kröfu að allir glugga verða að vera þrefalt gler. Ef þú ætlar að gera það afturvirkt, þá verður að skipta gler í öllum byggingum á öllu Íslandi. Ég var nú að meina aðgengi fólks inn í húsins opinbera stofnanir. Já. Ég ekki að tala heimili fólks. Ok, takk, já. Ég ætla að vona það að á Egilsstöðum sé orðið aðgengi upp í bókasafnið. Það ekki ennþá? Nei. Ég finn ekki húsnæði fyrir skrifstofuna mína. Já. Það ekkert húsnæði með aðgengi nema gamla vonanand sem var sambýli. Ok, ef við erum að tala aðgengi að opinberum byggingum eða við erum að tala aðgengi að húsnæði sem á að breyta, þar sem þú verður að sækja byggingarleyfi til að fá breyta notkun húsnæðis eitthvað hlutis, þá áttu að uppfylla reglunar eftir því sem allra best gengur eftir byggingarreglum. En það að þeir lægi þetta ekki, það handfömm eiganda og mögulega þá ekki nógu mikil harka hjá byggingarfulltrúa, eitthvað slíkt. Stefán? Já, mér kannski komum aðeins inn á þetta með einmitt eftirlitið, þetta tengist því svolítið og þá vil ég segja að lengi vel að þá gerðum við lítið af því að marka stefnu, að vinna áætlanir og svo framvegis. Nú hefur okkur farið svolítið fram í því að vinna stefnumörkun og gera áætlanir. Það sem hins vegar skortir verulega á hvað það varðar, það eftirfylgni. Það að það gerði einhver áætlun og það með henni í 2-3 ár og svo verður það svo fegnir þegar það búið að í henni plöstungi skúffu og svo veit enginn það meir. Það þessi eftirfylgni sem á að vera partur á áætlanagerðinni og stefnumörkuninni, hver gerir hvað hvenær og það varðar verkaskipting ríkis og sveitarfélaga, hvað á ríkið að gera, hvað á sveitarfélagið að gera og mér finnst það líka ágættu hugmynd, hvernig geta samtök hjálpa til, háskólasamtök hjálpa til við að fylgja þessu eftir. Þannig að allt vinni þetta saman að því að þessar fínu stefnur og þingsályktanir og áætlanir sem búið að samþykkja að þessi fylgja eftir. Það snýst málið. Það sé bara eitthvað sem að fari þegar samþykkt eitthvað húsnæði að bara sé eitthvað sem að fari bara frá okkur og taki út að þetta sé framfært og þetta sé í lagi. Það bara verður að vera svolítið. Hvernig farið þú að orða á hana ekki? Það bara að taka undir það sem Arna var kannski byrjað frá Svala sjálfur. En ég nú hlynntur því að regluverk sé einfalt. Það sé einfalt að fara eftir. Og það eitthvað sem gert á öllum húsnum. Það svokölluð lokahúttekt. Og þetta alveg rétt sem Arna var að segja það. Ég bara votta það sjálfur að blokkir sem voru byggðar hérna í bólunni á árunum 2006-2007 og fram til 2008 að bara á munum á hús nr. 5 og hús nr. 7 það getur vottað sjálfur því ég nr. 7 að þar eru þröskuldar sem eru alveg bara út í höfn til vinstri og þá er allt annað upp á tenni. Hugafar þess sem byggir skiptir hann að einhver höfumáli en menn ekki að byggja á sama staðnum. Reyndar verð ég að segja svona lokum, ég hef saknað þess að sjá ekki forsvarsmenn sveitarfélaga á svæðinu eða samband sveitarfélaga, að beina því ímynd til þessu sem Arna var að segja að gera bara hreinlega styttri pröfu. Því það var ekki gert.
Herru, þá ætla ég bara að ná þessu loki í bili og hleypa fólki í kaffi. Við höldum áfram á eftir og tökum svo aftur svona umræður, svona hálftíma eftir málum. Takk fyrir.